Hérna beðið að lýsa því hérna í fyrstu lið, hérna spurningu 1, A-lið. Lýsa því hvað gerist á tengimynd 1 þegar að þetta á að vera viðvörunarrofinn, þannig að bilunarrofi rýfur og við erum að láta alla íhluti vinstra megin við IC2 koma við sögu. Það er sem sagt, ef við skoðum þetta, þið eigið þessa mynd náttúrulega, það er þá hérna alla hluti hérna, alla íhluti vinstra megin við IC2, þetta er IC2 hérna. Það er þannig að þegar að viðvörunarrofinn rýfur þá breytist staðan hérna, verður ekki lengur 0 inn á hliðið hérna IC1, heldur hleðst þéttirinn C1 í gegnum R1 og R2 og þegar að þéttirinn hefur hlaðist upp í háttgildi, spurning hvort ég get merkt það inn á hérna, reynum það, jú, það verðist virka. Þannig að þéttirinn við rjúfum rásina hérna, þá fyrir hérna fyrir sundur rásin, hugsaum okkur það, og þá fáum við sem sagt hérna hleðst þéttirinn hérna upp með pluss og þá fáum við háttgildi hérna 1 hérna og af því að þetta er í rauninni neitun þá verður útgangurinn 0, ekki satt? Já, ég er að taka þetta upp. Hvað er þessi díóð að gera? Hvað er þessi díóð að gera? Já. Hún virkar í rauninni ekkert þegar að þéttirinn er að hlaðast upp. Við fáum töf á því að bilunin kom inn og hleðslustraumurinn fer hérna í gegnum R1 og R2 vegna þess að díóðan er náttúrulega bakspennt, ekki satt. Straumurinn fer þessa leið hérna, þetta hleðst upp hérna og díóðan er ekkert að sinna neinu hlutverki þarna. Hún er bara bakspennt, er ekkert að gera það. Hins vegar hjálpar hún okkur á eftir þegar að hérna, bilunin lagast og það tengist hérna aftur. Viðvörunarrofinn tengir aftur. Hvað gerist þá? Já, þá afhleðst nefnilega þéttirinn í gegnum díóðuna. Díóðan er bara að gera það. Þá gera hann strax í það er tvö. Já, þá losnum við hérna það að þurfa að bíða eftir því að grænaljósi komi aftur. Skilur? Grænaljósi kemur bara strax aftur af því að þéttirinn afhleðst í gegnum D1. Ef að D1 væri slitinn eða ef hún væri öfug, að þá myndum við fá töf á afhleðslu þéttisins og við þurfum að bíða smá stund eftir því að bara jafnlangan tíma nánast mínus stærð á R1 sko, kemur ekki þarna við sögu í afhleðslu á þéttinum. En eigum við að halda áfram með hvað gerist áfram í myndinni þegar að viðvörunarrofinn rýfur. Ég ætla að taka út hérna þetta rauða í sambandi við afhleðsluna. Svona. Ok, það var háttgildi hérna fyrir framann og hérna 0 á útganginum hérna. Og hvað verður þá með ástandið á T1? Hvað gerist með hann? Já, við fyrir á lággildi inn á R3 hérna verður 0 náttúrulega og þá fáum við straum sem að fer hérna þessa leiða það ekki gegnum base emitter og gegnum viðnámið og hérna í gegn
hérna inn á útganginn og í gegnum pinna 7 á AC-rásinni til jarðar, ekki satt? Svona. Þetta er pinni 7 sem að gefur okkur leiðinni til jarðar í gegnum AC-rásina. Er ekki með á því? Það þýðir það sko að við erum með þessar AC-rásir sem við erum með, þessi sem heitir 4093, hún hún tengist alltaf við mínus og pluss líka, og inn í þessari AC-rás eru þessi hlið og útgangurinn hann hlýtur að ná sambandi einhvern veginn við spennugjafarspennu og það var pinni 7 hérna á AC-rásinni sem að tengdist niður í mínus, ekki satt? Og síðan var það 14 pinni 14 sem að tengdist upp í pluss. Munu ekki eftir þessu? Já. Þess vegna getum við með þessum hliðum sem sagt með þessum transistorum inn í þessum hliðum fengið samband við næstu því sem sagt 0 volt gegnum AC-rásina pinna 7 eða ég get bara að fyrst og næst og fylgja ekki gegnum transistorin verður svona fáir á AC-rásina. Já, við fáum straum hérna í gegnum transistorin milli emitter og base, ekki satt? Hérna höfum við emitterinn og svo er hérna baseinn og við þurfum 0,7 volt spennumun hérna á milli til þess að transistorin leiði og það er akkurat það sem það gerist þegar við fáum hérna 0 að þessi transistor opnar og leiðir hérna í gegnum sig vegna þess að fær baseinn með til spennu, ekki satt? Og rauða ljóstíðan fer að lýsa þessi hérna hún fer að lýsa græna ljósi náttúrulega sloknar og það er vegna þess að við fáum samband við núllið í gegnum pinna 7 á AC1 á þessari AC-rás hérna sko. Þessi er að gefa okkur samband fyrir transistor. Skildu það? Áttu það á því. Það er forsenda fyrir því að transistorin geti opnað fyrir straum. Ok, og við getum hérna sagt að við erum með spennufall þá milli base og emitter sem er 0,7 volt. 0,7 volt og þá ættum við, ef við erum með 5 volta spennu hérna, að þá ættum við að vera með yfir R 3 sem er hérna, þá ættum við að vera með 4,3 volt, ekki satt? Yfir það, það bil. Svona. Nei, ég er bara rétt að útskýra þetta. Ég myndi bara segja það að það væri nóg að svara þessu þannig að við myndum fá leiðinni, eða transistor 1 fær að leiða. D2 ljóstíða, rauða ljóstíðan lýsir. Vegna þess að við erum með 0 hérna á útganginum, skiljum. Það væri nóg að segja það. En ég ætlaði bara að því að hérna til þess að árétta það sko hvernig við fáum þennan straum niður aðeins að fara í það núna því að menn voru ekki alveg með þetta á hreinu. Er bilunarróðin þetta viðvörun? Já, það er viðvörunarróðin. Og síðan, hvað gerist þá hérna með útgangin á IC1B af því að 0 inn á inngang á honum þá verður náttúrulega
útgangurinn hár 1, já, þá er 1 hérna og þá er í rauninni 5 volt hérna í mælipunkti 3, ég segi bara þá hérna 5 volt. Er einhver spennumunur þarna á milli base og emitter á T2? Það er 5 volt hér og 5 volt hér. Nei. Þess vegna er T2 lokaður og það slokknar á grænu ljóstíðunni. T3. Þá getur við sagt það. Og það er orðið nægilega lýsing, skiljið. Fyrir þessu spurningu. Það er 5 volt á nei, að loka það. Já. Þess að þá rífa. Já, ef það kemur hátt gildi inn á base-viðnámið, þá er hann lokaður. Transtorinn. Af því að þetta er PNP-transtor. Base-in þarf að fá 0,7 volt að lægri spennu heldur en 5 volt. Ef viðvörunarlofinn er raunverulega sko leiðandi. Já, þá er þetta allt öðugt. Þá er 0 hérna. Já, þá fáum við grænt, já. Þá er sem sagt 0, 1 og 0. 0 fáum við þá inn á mælipunkt 3. Þegar græna lýsir. Ertu að meina R4? Sko, það er fyrst og fremst til þess að við fáum hæfilegan beistraum og sem sagt að mynda restina af spennufallinu, sem sagt spennufallið spennugjafans sem að við nýtum ekki í base-emitter spennuna. Ja, spennan skiptir sér, sem sagt spennugjafarspennan, hún skiptir sér yfir base-emitter spennuna og yfir þetta, til dæmis ef við tökum R4, ef að hann væri í gangi, það er bara restin af spennugjafarspennunni. Það er mjög lágt spennufall í á útganginum sjálfum. Það er eitthvað, þið hafið mælt þetta 0,01 volt eða eitthvað svoleiðis, eða ekki, í mælingatöflunni. Ef við skoðum kannski mestalagi 0,1 volt, við förum fljótlega að skoða mælingatöfluna. Það er þannig ekki að þegar viðvörunarlofinn er leiðandi, þá erum við með 0 inn á vissi. Já, ef aðeins að skoða fyrst, hvernig er staðan í upphafi? Gerum það, þurrkum þetta aðeins hérna út, allt þetta krót eftir mig hérna og skoðum hvernig staðan í upphafi til þess að átta okkur á því þegar að hann er tengdur. Og sjá, sko, ef að viðvörunarlofinn er tengdur, hvaða leið fer þá straumurinn? Fer hann ekki alltaf stystu leið? Það fer beint niður hérna. Það er bara allt sem sagt öll spennugjafarspennan, hún fellur yfir R1, þannig að það er lágt gildi hérna 0 inn á þetta hlið og það þýðir það er hátt gildi hérna 1 og það þýðir það eru 5 volt hérna sitt hvora megin við R3, það er ekkert spennufall þar. En á útganginum hérna EC1B, þar er 0. Hérna erum við með 0 volt. Þess vegna er T2 leiðandi og græna ljósið, það lýsir. Þetta hérna lýsir. T3. Þannig er staðan upphafi að T1 er lokaður, T2 er opinn og T3 grænljósi lýsir. Ok? Og síðan hérna skiptir það yfir í hina stöðuna. Allt þið eru með þetta alveg á hreinu. Ok. Skoðum bara næstu spurningu.
að fara hérna aðeins þá upp og skoðum það hérna svo í töflu 1 er sýndar dæmigerðar mæliniðurstöður úr verkefnu vélfjörðskerfið. Lýstu breytingu í málumyndum sem þyrfti að gera á tengingu rásarinnar ef að NPN transistor væri notaður til að gefa sambandinn á D2 ef að T1 væri ónotaður. Ok, þannig að við þyrftum að fá hérna ljós á D2 og T1 væri bilaður og við værum með hina gerðina af transistor NPN. Þetta er nú kannski svolítið PNP og NPN. Já, við vorum að nota PNP. Já. En til þess að fá hérna D2 í leiðinni sem er hérna að þá þurfum við sem sagt við þurfum alveg að snúa þessu við. Við þurftum að færa í rauninni D2 tengja hann upp frá pluss. Sjá og hérna ef við myndum bara prófa að teikna það inn á svona þá hérna myndum við setja þá myndum við í rauninni geta sett bara hreinlega við bara nota útganginn á IC1B í staðinn af því að við þurfum sko andhvert merki skiljiði. Það er alveg hægt að gera það. Þá myndum við bara setja hérna díóðuna hérna D2 og þarf að stilla kannski aðeins ég geti teiknað þetta upp en já, það gengur kannski svona viðnámið 220 og viðnámið kemur þá hérna svona og síðan myndi ég fara með þetta inn á transistor ég staðsetta hann hérna einhvers staðar svona það er NPN transistor og hann verður að gefa sambandið í mínus þá er ég með emitterinn á hann hérna svona og hann tengir svo svona og base viðnámið það verður ég að tengja þar sem að einhvers staðar er hátgildi við þessu aðstæður sko ég þyrfti í rauninni sko ég má ekki nota sömu tengingu hérna það myndi ekki ganga af því að hérna er öfugt merki ég þarf að taka strauminn annars staðar frá þegar D2 á að lýsa og nú er ég búinn að færa D2 hérna upp svona að þá er nefnilega lágtgildi hérna eins og í mælipunkti 2 hérna er lágtgildi svo að ég verð að fara með tenginguna sjá hérna þar sem að er hátgildi alveg pjúra hátgildi þá ætla ég bara fara fyrir aftan næstu neitun það ég henga þannig ég er búinn að svara þessu Það er ekki þetta líka aftan í á innganginum já, það er kannski það myndi þá koma inn hægt og rólega já, þegar þéttin væri hlaðast upp það myndi ekki vera snöggbreyting á því skilur en auðvitað væri kannski hægt að fá svona bara láta að koma hægt og rólega inn í díðuna en þetta væri samsvarandi R3 náttúrulega
og síðan væri þetta náttúrulega R5 og svo já R5 ok og þá er þetta búið NPN kom í staðinn fyrir PNP transistor Já, það er bara betra fyrir mig að fá eins og þegar með spennudeilinguna sem sagt spennudeilinguna hérna frá sem sagt þú ert með 0,78 spennu hérna og síðan restin af spennufallinu frá 5 voltunum hérna og yfir R3 alveg svo vast með 0,78 spennufall hérna frá 5 voltum og niður á beisinn og síðan restin af spennufallinu yfir R3 hérna og niður í 0 þess vegna er betra að staðsetja transistorinn sem er NPN niður við mínuspólinn á spennugjáfanum þegar hann er með NPN en ef við erum með PNP transistor þá staðsetjum við emitterinn í plúsinn á spennugjáfanum þetta er bara sitt hvort notkunin á þessu ok þannig að þetta bara snýr á hinn veginn allt í lagi, næsta mál í prófinu þetta það var hérna ok já, hvert er hlutverk R5 hvað fellur há spenna yfir hana þegar D2 lýsir hlutverk R5 sjá þetta breytir einhver þetta er alveg ekki breytt einhver ekki og já þetta er aftan og þá gettir liður þannig að fá einhver bilfyrir já í rauninni skiptir ekki þetta málið þarna ertu bara með sömu virkni sömu virkni já. Þú hefði fengið á rétt þeirra sjálfsög já, hvað er spennufallið yfir R5? Jú það er sama spenna og við lesum út úr töflunni sko á tengingu 6 og þegar að D2 lýsir það er það byrjir 2 volt yfir ljóstíðuna D2 og þannig að þetta er eitthvað tæplega 3 volt sem að fellur yfir R5 og það er í mælipunkti 6 og við sjáum það þá mælipunkti 6 já, þetta var það hátt gildi já en það, við verum að draga náttúrulega spennufallið yfir ljóstíðuna frá ja, til þess að svara því hvað er spennufallið yfir R5 við höfum það úr öðrum áfengum að spennufall yfir svona ljósdíóðu standard ljósdíóðu voru 2 volt og við þurfum bara að muna eftir því já Davíð hérna hérna, fyrir Ægi þetta er fyrir Ægir, ok og svo fyrir Davíð okay. Vantaði þig ekki líka? Og eitt er komið svona og ok, þá er það næsta spurning já sko hlutverk R5 er náttúrulega að gefa hæfilegan straum fyrir ljóstíðuna og það fellur það tæplega 3 volt yfir hana þegar D2 lýsir ok, D-liður hvernig myndi það lýsa sér í virknirásana ef viðnámið R2 væri skamhleimt á tengimitt 1 já, ef að R2 væri skamhleimt hvernig myndi það lýsa sér í virknirásarinnar þá myndum við ekki fá neina töf á bilum, er það ekki? Jó. Já og til dæmis ef díóðan væri skamhleypt yfir það til dæmis
þá verður það sama virkni. Akkurat. Já, því rauð svarað. Og hvað áhrif hefði það á útgang rásarinnar ef pinni 14 væri ótengdur? Já, þið náttúrulega finnið engan pinna 14 og tengjum í deitt, því að það er það sem ég teiknaði sko hérna efst á myndina áðan, á IC-rásinni sjálfri. Það er pinni 14, það er bara spennugjafarspennan fyrir öll hlið. Já, það bara vantar spennugjafarspennuna inn á IC-rásina, þannig að þá væru við bara með 0 volt alls staðar út á útgangunum. Það væri bara engin spenna út vegna þess að vantar vinnuspennunin á rásina. F-liður, hér er ljóstengi og að nota ljóstengi til að tengja flautu og hverfuljós út frá vélkerfinu, og við þurfum 2 volt hérna inn á ljóstíðuna, 10 mA. Teikna viðbótarrás sem sýnir tenginguna inn á ljóstíðuna. Já, bara að sýna hvernig þetta á að tengjast upp. Já, við skulum reyna það. Sem sagt, þetta kemur frá útganginum á hérna flip-flopnum. Þetta er 47 km viðnámið, það þurfum bara base viðnám, og þetta er náttúrulega hérna emitterinn hérna á transtornum, og síðan hérna er kollektorinn, hann fer inn á í gegnum náttúrulega í gegnum 220 ohma viðnám, en ég geti náttúrulega tengt. Verður það eitthvað að koma fram? Er það bara lægri spennan hann? Nei, bara seti bara viðnám þarna. Það er að það nóg að dundrænu viðnámi þarna fyrir? Já, bara dundrænu viðnám hérna, og svo kemur það kemur bara í mínus. Þetta er bara 0 volt rás. Þetta var bara viðbótin sem við settum hérna. Það er bara að vera að spyrja það. 0 volt, og síðan tengist sem sagt transistorinn í þessi 5 volt spenna. Þetta var frá flip-flopnum, það er sama staður og fór inn á blikkrásina. Þegar það kom hérna 0 inn á blikkrásina, þetta er inngangurinn á blikkrásinni, efri inngangurinn á norðhliðinu, og þannig að þetta er frá. Hver er endingin á svona ljóstengi? Ljóstengi? Það er bara líftími svona yðtölvu sko. Það er eitthvað 5-7 ár eða meira bara. 20-30 ár. Eða mannsaldur eða eitthvað. Þú bara veist það ekki? Það fer eftir hvernig það kviknar í búnaðinum. Ég held að þetta er bara steypt inn í svona. Ég veit ekki að það sé nein sko, þetta er ljósnæmur flötur, ég held að það sé kannski það viðkvæmast að þessu, en þetta er náttúrulega steypt inn í hlut, það er ekki tæring utanakomandi, skilur við, þannig að mér finnst ólíklegt að þetta er bara lýsa ljósnæmur flötur? Já, þetta er bara ljósnæmur flötur sem að, já, en þetta er bara spurning hvað þetta efnafræðilega, hvað þetta endist lengi efnafræðilega séð, sko. Hvað er ekki ljósið? Bara með hérna venjulegri díóðutækni, þar sem að rafmyndin er að falla milli orkuskauta, bara eins og venjulegri ljósdíóðu, þá
fellur til orka og þá myndast ljós. Þannig að það einfaldlega þannig. Og síðan fór þetta náttúrulega inn á T2 var það ekki A2 heitir það skiptir ekki máli, en það bara að setja þetta inn á hérna hverfi ljós og flautu. Ég bara teikna hérna ljós, aðeins að bíða eftir þetta á að vera ljósið sko, og svo kemur sem sagt núllið kemur hérna, núllið kemur hér og svo kemur hérna gateið. Þetta kemur inn á gate á stóra tríöfnum og hérna já, ok, það komið og hérna, þannig að gateið hérna, fer inn á fjarkan og þetta hérna inn á fasa L. Já, svo tengist þetta hérna svona upp í. En ég get kannski reynt það sko, bara í hvaða skrefi þurfi í þessu. Þetta ekki flókið dæmi, sem sagt það er spennan deilt með heildar viðnáminu alltaf, og þarna fyrst erum við að fá hérna straum sem er alltaf stanslaust á ferðinni. Það er hérna 0,128 milliampere, ekki satt? Það er ekki hægt að skrifa þetta inn á. Já, þetta er 0,128 milliampere. Já. Það er bara svo rosalega erfitt að skrifa þetta vegna þess hvað tölvan er hæg. Ég get bara reynt að skrifa þetta aðeins stærra. Það er örlítið hraðvirkari núna, en ef þú stoppaði núna reyndar, já, ok. Ég þarf að þurrka þetta út. Já. Það er ekki bara nota formúlur inn í orku? Ég held að þetta séu myndir sem hérna bakvið. Þannig að ég er ekki með, ég get ekki skrifað ofan í myndina. 0,128 milliampere eru þarna ferðinni hérna niður, alltaf stanslaust. Já, hvernig fæ ég út? Með því að segja hérna 5 deilt með 39 kílóum, af því að það er 15 pluss 24 kíló, skilur við, það er heildar viðnámið. Ok. Og þá getum við fengið spennu U2 sem er alltaf svo sama í gegnum allt dæmið. Já, það er ekki hægt að gera þarna 2 þegar svo hægt.
Já. Það er straumurinn sinnum 24 kíló. Og þetta eru 3 volt. U2 er bara 3 volt á allan tíman. 3 volt. Svona, ok. Og síðan þegar þetta er kalt, þá er NTSC viðnámið 22 kΩ og neðra viðnámið er 15 kΩ, þannig að við bara reiknum út aftur alveg með sömu aðferð strauminn og finnum hérna þá spennuna U3 þegar þetta er kalt. Já, heildarviðnámið, já. Þess að 37 kΩ. Deilt með 37 K. Þá fáum við sem sagt 0,135 milliampere. Og það sinnum 15 K, þá fáum við 2 volt. Þannig að U3 þegar er kalt núll komma 135 milliampere, 15 kílóm til þess að fá U3, skilur við? Já. U3. Ég á ekki. Svona. Nú, fór það upp í 2. Svona. U3 er þá 2 volt. Ok. Síðan þess að oftast bið ég það að munurinn á milli spennana á 2 og 3 sé 0,1 volt, þannig að spennan verður það að vera 0,1 volti hærri á inngangi 3 heldur en á inngangi 2. Þannig að við þurfum að fá hérna spennuna á 3,1 volt. U3 þegar er heitt, þá verðum við að fá U3 og þá skrifum við hérna heitt ef það er hægt. Það er að skrifa með hérna rauðu. Svona, það er heitt. Við erum að fara að breyta bara viðnámið við þetta NTSC. Já, sko, NTSC, já, við erum bara að reikna það út hvað það, já, verður orðið lágt, eða hvað, hérna, hvað það verður við það að við fáum út hérna háttgildi, sem sagt 5 volt. Við ætlum að fá út 5 volt eða háttgildi út á útgang 6. Þegar NTSC verður hitað upp, þá þarf það að fara þannig að U3 verði 3,1 volt. Það er sem sagt 0,1 volti hærra en U2, skiljið. U3 er þá sama sem 3,1 volt.
og til þess að hérna, það fái sem sagt þann straum sem að dugar til þess að þá hérna þá þarf NTC miðnámið að minnka og þá þurfum við bara að reikna hvað sá straumur þarf að vera mikill. Þá er það bara I sama sem 3,1 það er ekki hægt að skrifa þetta 3,1 deilt með 15K. Og síðan getum við fundið út að sko spennufallið yfir NTC er þá 5 mínus 3,1 volt. Það er restin af þessu. Þetta er 0,2066 eitthvað milliampere. Og þá erum við með 1,9 volt yfir NTC mótstöðuna og deilum með þessum straum og þá fáum við hérna 9,19 kíló ohm. Þá get ég reynt að skrifa hérna viðnámið á NTC R NTC þá er það spennufallið yfir það. Það er 5 mínus 3,1 sem er þá 1,9 deilt með straumnum sem er þá 0,2 0 og 6 þarna fyrir aftan og framvegis og þetta eru milliampere. Þetta er sem 10 í mínus 3 væti. Þetta náðu því og þá fáum við viðnámið er þá 9,19 kíló ohm. Ok, þessi leið er búinn. Út frá þessu hérna, það er straumurinn sem þarf hérna til að gefa okkur 3,1 volt hérna.
9,9 kíló út úr NPC. 9,19 kílóm, já. Hérna 0, sem sagt, já, að ég bið það að spennan á spennumunurinn milli U2 og U3 sé 0,1 volt. Þannig að það eru 3 volt sem er svona markgildi hérna á inngangi 2, að spennan á 3 verður að vera þá 3,1 volt. Það þarf að vera hærra, pluss inngangurinn verður að vera 0,1 volti hærri heldur en mínus inngangurinn hérna inn á 2 til þess að komið hár út 5 volt. Þá er það 3,1 volt og það er 15 kílóm viðnám hérna í mótstöðinni og þá fæ ég þennan straum, þennan hérna sem að ég nota svo þarna uppi 0, ef að ég næði að skrifa þetta 0,2 0 6 milliampere. Svona. Náttúrulega. Já. Þannig getum við reiknað þetta út. Þetta er bara ohmslögmál eins og við sjáum. Við erum bara að fá inngang 3 0,1 volti hærri heldur en tvisti. Og þá þurfum við þennan straum hérna til þess og við fáum þann straum hérna í gegnum NTC-mótstöðina og við vitum þá spennufallið yfir hana því að það eru 5 volt frá spennugjafanum mínus 3,1 volt inn á inngang 3 sem er 1,9 volt og deilum svo með straumnum, þá fáum við stærðin á NTC-mótstöðinni. Svo er sniðugt fyrir ykkur að skella þessu kannski inn á eitthvað forrit eins og Multisim forritið og láta það virka. Það er alveg hægt. Skoða þetta þannig. Jájá. Eða bara breyta stærðum á mótstöðum og svona að leika ykkur með það. Bara inn á spennumæla. Og það er hægt að nota aðgerðamagna líka. En ok, ef að skoða spurningar í hinu prófunu aðeins. Það er próf frá 2008 og þá lýsa því sem að gerist á tengmynd 2 þegar að viðvörun á rýfur og á tengmynd 2 þá hérna svo sjá, ætli við séum ekki með það hérna uppstar, jú, hérna tengmynd 2 að þá fáum við púls inn á þéttin C5 að segja hérna fáum við hérna púls og hann berst hérna inn á inngang hérna á EC3A og við það verður 0 hérna á útganginum. Það kemur 0 út og þá byrjar blikkarásinn að blikka og þá hérna er transistor 3 ýmist lokaður eða opnaður eða opinn og lokaður eða opinn og D4 blikkar. Já, þá sem sagt var staðan fyrir, það var 1 hérna, svo var 0 hér sem að breytist í
það breytist í, sjá, þetta breytist í háttgildi, í 1 og 1 breytist hérna í 0 og við það kviknar í augnablik á perunni. 1 verður að 0 og 0 verður að 1 og síðan breytist þetta aftur þegar að þéttirinn C4 er búin að hlaðast upp í eitthvað ákveðið gildi og svo framvegis. En það hægt ekki að lýsa því nákvæmlega hvernig að blikkrásin virkar í þessu spurningu. Bara hvað gerist? Bara það að kemur púls hérna inn á, kemur hátt púls hérna og útgangur verður 0 og við það fer bara blikkrásin í gang. Það þarf ekki frekar í þessu. Ok, og svo var það í töflu 1, sjá, eru sýndar dæmigerðar. Sjá, hvernig er þetta? Það ekki að fara. Svona. Töflu 1 er sýndar dæmigerðar mælstur. Já, við erum búin að þessu. Til að tengja NPN transistor er notaður. Þetta gerum við áðan. Þurfum ekki að gera það aftur. Í C. Hvert er hlutverk R1? Hvað fellur há spenna í þegar að D3 lýsir? Já, hlutverk R1 er að R1, það er hérna, hvert er hlutverk R1? Hann er til dæmis til þess að verði að við getum fengið spennu sem sagt til jarðar. Þetta er hluti af spennudeilingu með R2 ef að hérna við förum í það að fá upplæðslu á þéttinum, en hins vegar er R1 að gefa straum í gegnum sig til jarðar. Þetta er ekki mikill straumur, þetta er bara smá blæðisstraumur sem að fer í gegnum hann þegar að viðvörunarráðin er tengdur. Þannig að það er í rauninni hlutverk R1 að gefa okkur samband inn á viðvörunarráðan annars vegar og hins vegar að við fáum straum í gegnum R1 og inn á R2 ef að viðvörunarráðin tengir ekki. Þannig að hlutverk R1 er í rauninni spennudeiling fyrir annars vegar viðvörunarráðan og hins vegar R2. Ef að R1 væri ekki og ef þetta væri bara vír, þá hefði við fengið hérna bara skamhlaup gegn þegar viðvörunarráðin tengdur. Þannig að þess vegna verðum við að hafa R1. Skiljiði? En ok. Og hvaða spenna er yfir R1 þegar að D3 lýsir, var það ekki? Já, var það ekki spurningin? Já, D3 lýsir, það er græna ljósið. Það er 5 volta spenna yfir R1, það er sama spennugjafarspenna. Þá er bara viðvörunarráðin tengdur og það er öll spennugjafarspennan sem fellur yfir þetta eina viðna. Það passar. Ok, næsta spurning. Hvernig myndi það lýsa sér í virkni rásanar ef að D og D1 væri öfugt tengt á tengimynd 1? Að þá væri við ekki með hérna töf þegar að bilun kæmi, en hins vegar væri töf þegar að bilun myndi hverfa. Þá færu við með afhleðslustraumin í gegnum R2. Þetta hafið við lent í ef við snerum díóðinni öfugt. Ok, skoðum þá næsta. Hvað áhrif hefði þá virkni rásanar ef annar inngangur IC1B væri tengdur í mínuspól? IC1B hérna sem sagt, þetta þarf ég að teikna upp aðeins. Sko, þannig að það er ekki samtengt hérna, heldur að ef að annar inngangurinn væri tengdur í mínus, svona, hvað myndi þá gerast? Það væri alltaf 0 hérna inn. Hvað myndi þá vera með útganginn? Nú er að rifja upp hvernig að sannleikartafla fyrir nándhlið er.
ef það er einhvers staðar 0 á einhverjum inngangi, þá er alltaf hár út, ekki satt? Þá er útgangurinn fastur í háum. Förum í fleiri tilfelli sem að gætu verið í sambandi við svona bilanir. Útgangurinn verið þarna fastur í háum. En ok, ef að inngangurinn væri fljótandi, hvað væri þá spennan út? Ef hann væri ótengdur? Þess að ef þetta væri ótengt, svona bara, ef annar inngangur er ótengdur, þá væri við með, já, það bil kannski hálfa spennuna út. 2,5 volt kannski. Og ef annar inngangurinn væri tengdur beint við pluss 5 volt, ekki tengdur saman, heldur ef annar inngangurinn væri tengdur við pluss 5 volt, hvað væri þá? Þá væri allt í lagi. Nákvæmlega. Þá myndi hinn inngangurinn ráða því alveg hvað yrði. Það myndi virka eins og nott. Það er bara ok. Ok, þá erum við búin að fara í gegnum allar svona mögulegar bilanir. Ok. Hvað er fleiri atriði hérna sem við eftir að svara? Já, svo er bara þetta ljóstengi, eða ekki? En þá hvort að 230 volt er á dægilegu kerfi. Já, þannig að þetta myndið þið bara tengja eins og þið voruð að gera. Þetta fer inn er viðvörunarrofin orðin bara hérna, og í staðinn þá væri við hérna með 0 inn á tvistinn. Þetta væri 0-ið, og svo væri við með frá afriðisdíóðu og fallmótstöðu frá 238 spennunni, ekki satt? Fallmótstöðuna svona, og inn á pinna 1 hérna. Þetta væri frá hérna 200 og, já, ég get ekki skrifað þetta. Það væri svona spennugjafi. L1, getur við skrifað hérna? Fasi. Já, á dælukerfinu 238, og við þyrftum bara að gera ráð fyrir sem sagt þá 2 volt spennufalli hérna yfir ljóstíðuna. Jú, til þess að afriða, þannig komið bara jákvæður straumur hérna í gegnum ljóstíðuna. Einmitt. Og þessi